Norrlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Kirkjukór Laugalandsprestakalls mun á síðasta vetrardag flytja lögin úr fuglakabarett Daníels Þorsteinssonar og Hjörleifs Hjartarsonar. Við hittum Daníel sem jafnframt kórstjóri og ræddum við hann verkefnið. Þessi tónlist, hún eftir mig. Textarnir eftir Hjörleif Hjartarson og við höfum unnið að þessu í nokkur ár með nokkrum hléum frá 2013. Ástæða þess að kórinn að syngja þetta núna í raun og veru svo bara að mér langaði til þess að þau tækjust á við annars konar verkefni og þau voru til og hafa verið mér mjög eftirlát. Þau láta eftir alla mína dynti eða næstum. Þannig að við ákváðum bara að skella í og flytja þessi lög úr fuglakabarett núna á tónleikum sem eru á síðasta vetrardag í Laugaborg. En það ekki nóg með það heldur ætlum við svo að þeim loknum ætlum við að fara suður á land og hitta það 2 kóra. Kór Stóra Núps og Ólafs Vallasókna, það tók mig hálftíma að læra þetta, og söngfélagið í Reykjavík. Og við ætlum að skella saman í fuglakabarett tónleika í Árnesi á laugardagskvöld. En hvaða verk fuglakabarett? Fuglakabarett verk sem við Hjörleifur sömdum að beiðni Akureyrarkirkju árið 2013 fyrir barnakóra Akureyrarkirkju. Og okkur hafði lengi langað til að vinna að verki fyrir börn, í raun og veru söngleik fyrir börn. Niðurstaðan var svo að við ákváðum að gera söngleik fyrir kór. Og við settust niður og veltum fyrir okkur hvaða efni og endinn var sá að við ákváðum að þetta verk yrði til heiðurs íslenskum fuglum, stað- og farfuglum. Og hvaða fugla hittir maður í fuglakabarett? Það fyrstan skal telja krumma. Krummi svona eins konar gestgjafi. Þetta eiginlega hálfgert partí sem verið að kynda upp í þarna. Og krummi svona, hann opnar þetta og syngur blues í upphafi og svona, já, hann dálítið svalur. Á móti honum syngja svo snjótillingarnir og þeir eru svona þess að reyna að lækja um rostan og svona verið ekki að hlusta á væli í þessum falska fugli. Þetta eru þessi fuglar sem koma upp að við náttúrulega við heyrum í lóunni. Lóan kemur til landsins akkurat á þessum tíma sem að fuglakabarett stendur yfir og boðin velkomin. Og við fáum fugla frá Evrópu, annars staðar, við fáum fugla frá Afríku. Þegar verkið var endurútsett fyrir fullorðna fannst höfundum vanta meiri óhugnað í verkið. Þeir bættu því 2 fuglategundum í kabarettin. Fyrsta lagi þá komumst við að því að það einn fugl sem hefur líklegast aldrei verið sungið og það sílamári. Þannig að við tókum hann fyrir og það var gert rapplag. Það eru kórmeðlimir 2 sem að rappa og það sem sagt boðskapurinn í því raun og veru sá að það sungið þröstin og það sungið lóuna, það sungið alla fugla mögulega en ekki sungið sílamári. Og síðan hini fuglarnir sem við ákváðum bæta við og það var svona eiginlega einhvers konar átti að vera svona verða þungamiðjan, það eru hverafuglar. Og hverafuglar, þetta svona þjóðsagnapersónur eða þjóðsagnaminni að það séu fuglar sem lifi í hverum og steypi sig þar og syndi undirgöng allt til andskotans. Við höfum fundið það þegar þetta verið flutt að þetta vekur mikla gleði. Hvers vegna vitum við ekki alveg, en það allavega ein kona sem kom út af þessu tónleikum sagði að hún gæti sleppt því að taka D-vitaminskammti sinn í heila mánuð. Norrlenska nautakjötið. Uppskrift
á góðu kvöldi.